Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjallið. Tilefni þess að ég fæ tvo góða gesti til mín í kvöld það að strandveiðar að hefjast núna 5. maí, ekki rétt, og ég með 2 trillukalla, Kjartan Sveinsson sem formaður strandveiði sjómanna og Guðlaug Jónasson formann Hafnfirðinga í smábátafélagi Hafnarfjarðar eða hvað? Smábátafélagi Báran í Hafnarfirði og Garðabæ. Smábátafélagið Báran í Hafnarfirði og Garðabæ. Og eitthvað farið að kýtla í fingurnar? Ég bara sultuslagur sko. Sultuslagur? Já, ég fer vestur, búinn að fara með bátinn í Ólafsvík. Og þú rærð frá Ólafsvík? Já. En Kjartan? Já, ég bara í það í skinninu, maður bíður bara spenntur allan veturinn eftir yfirleitt þetta 2. maí sko, en 2. maí lendir á hérna, eða 1. maí lendir á 5. degi, já, þannig að við fáum ekki byrja fyrir 5. en maður bara búin að vera að skvera bátinn og allt klárt. Gera sig kláran fyrir 48 daga. Já. Og hvernig líst ykkur á hvernig tilfinningu hafið þið fyrir því að vera að byrja? Bara mjög góða. Nú mikill áróður að þið séu bara að þorskstofninn sé að hrynja og það þurfa að finna einhver tonn fyrir strandveiði sjómenn og það þurfa að taka það af einhverjum öðrum eða hvað? Hvernig eigum við að líta á þetta? Sko, það ekkert á ekki að taka hennar fisk bara úr sjónum? Jú, en ef Hafró að leita fisk, sko, þeim hefur yfirleitt ekkert gengið það neitt rosalega vel og ef þeir væri með kött borð og færi í röllin, þeir að hafa kattamat með sér að þeir finni ekki neitt. Hann myndi mjálma allan túrin, kotturinn, banhungraður. Já. Þannig að Já, og maður nú búin að fá fréttir bara út allar hafnir allt kringum landið að það sé bara gott fiskir í allstaðar sko, þannig að ég bara mjög bjartsýnn á sumarið og hérna svo bara sjáum við til, ég meina það rosalega hressandi núna að vera komin með ráðherra í okkar málaflokki sem að bara með bein í nefinu og hérna búin að lofa þessum 48 dögum og ég sé ekki betur en að hún ætli bara að standa við það. Jú, það allavega ekkert annað að heyra en þá heldur en það verði gert. En þetta ánáttúrulega að fara í gegnum þingið og sjálfsagt koma einhverjar tillögur í það prógram eða það verkefni að reyna að minnka þetta. Við höfum nú séð auglýsingar og annað þess áttar frá stórútgerðinni þar sem að þetta nánast að eyðileggja allt sem hefur verið búið og gott hefur verið í gegnum árin, allt þeim að þakka. Sko bara og horfir á áróðurinn hjá stórútgerðinu og sumir kjánalegir þingmenn að taka undir að það þurfi ykkur 15-20 tonni viðbót fyrir okkur og mér fannst best svona sem að ráðherrann gaf í skyn að ef við erum að fara að veiða svona rosalega mikið að þá bara alveg augljóst að Hafrannsóknastofnun að vanmeta hvað mikið að fisk í sjónum. Já, auðvitað. En nú ótrúlega gott fiskir í hringinn í kringum landið og það gleði efni að það skuli bara vera fiskur alls þar og það að segja þorskur og reyndar ufsi víða líka, þannig að þetta lofa bara mjög góðu núna sumarið, byrjunin allavega. Já, þetta lofar ansi góðu og svo verðum við bara að sjá til og hérna ef að ráðuneyti lendir í ykkur vandræði með heimildir að þá hefur við nú séð það frá fyrri ráðherrum að það allskyns hundakunstir til þegar viljinn fyrir hendi. Það ekkert verið að tala ábyrga fiskveiðistjórnun þegar Bjarni Ben í nóvember gaf leyfi fyrir kvótar sem Hafró hafði ekki mælt með að þeir veitt kílógramm úr
þar að segja djúpkarfa, Já, ég man ekki 3800 tonn. Já, ég man ekki eftir neinum auglýsingum frá SFS Nei, þeir hafa í sambandi við ekki verið með það, sko. Nei, þeir hafa ekki verið að auglýsa það upp að það sé óábyrgt. Við höfum ekki líka alltaf verið að veiða langt fram yfir ráðgjöf í makríl og kolmuna. Já, við náðum nú ekki makrílkvótanum í fyrra. Nei, en sem að við útlutuðum okkur. Jú, við reyndar útlutum honum til okkar án samráðs við aðrar þjóðir, þó við séum að veiða úr sameiginlegum stofnum. Já, það eru þetta ekkert áhyggjefni, sko. Það ekkert áhyggjefni, það passar ákveðnum öflum að gera það. Það fer ekkert fjandast til við það, sko. Nei, ekki að þeirra mati. En það eru þarna allskyns hundakúnstir sem að það hefur bara aldrei verið vilji fyrir hendi fram að þessu og núna bara búið að lofa þessu og ég veit það alveg að ráðuneytið og ráðherrann finna lausn á þessu og bara eins og hún talar, hún talar þannig sko að þetta sé nú sko, jú, þetta áskorun en engin hausverkur. Hún ekkert alveg að svona tína öll spilin strax úr erminni, sko. Þetta kemur bara ljósa. Já, og vonandi bara styrkir þessa smábáta í þessum veiðum og grunn fyrir strandveiði báta að geta byggt á. Svo líka mjög gaman að ef maður spáir í SFS, sko, sem að gagnrýna og aðilar að SFS borguðu þegar Svandís Svavarsdóttir var matvælaráðherra. Og allt í einu fóru þeir að borga þessi útgerðarfyrirtæki 6 milljónir í sjóði VG og hjá SFS voru 7 lögfræðingar, mér sagt, í vinnu í því að búa til frumvörp og reglugerðir bara tilbúið fyrir matvælaráðuneyti, fyrir Svandísi og félaga. Svo kíkja inn á SFS í haust, þá voru bara 5 lögfræðingar og svo kíkja daginn og þá voru bara 3 lögfræðingar. Það ekkert fyrir þá að gera lengur þegar þeir hafi ekkert lengur tök á matvælaráðherranum sem bara gleði efni. Já, manni finnst það að vera jákvætt að það sé ekki hægt að stjórna bara af skrifstofu hvernig þessi hlutir eru í íslensku sjávarútvegi. En eitt sem að mér finnst ógeðslega fyndið með þessa styrki, ekki fyndið þarna, eitt af þessum fyrirtæki sem borgaði 6 milljónir í VG, það var Kristján Loftsson, Hvalur. Já. Mikið rosalega held ég hann hafi séð svona eftir því að hendi þessu bara í hundskjaft, sko, og fekk ekkert tilbaka, ekki neitt, ekkert. Nei. Þannig að þeir mættu nú alveg yfirhæra hann meira það svona, þeir eru að taka hann í svona broadcast og svona. Já, en kallinn helviti góður og magnaður, sko. Nei, en teljið þið ekki bara hreinlega að það sé eðlilegt að veiða bara meira af þorski heldur við erum að gera? Ég held að verði allavega að opna aðeins umræðina á þetta, sko, og það hlýtur að fara að síast inn hjá Hafró núna að þeir verði að opna á þessa umræðu og þeir geta ekki bara sagt þetta bara niðurstaðan, punktur og basta, þetta ekki til umræðu, það hlýtur að vera. Hafró hefur lagt til að við veiðum 22% af stofn. Það ekki 20%? Jú, en við veiðum bara 20%, sem þýðir það að ef það væri farið alveg út í ystu æsar eftir Hafró, þá eru 2% sem eru 4.000 tonn miðað við 200.000 tonna. Og hver eru vísindaleg svona skekkjumörk í þessari ráðgjöf hjá þeim? Já, elska mín góða, sumir tala 50% skekkjumörk og stundum hafa þeir ofmetið stofnin alltaf 500-600.000 tonn, heildarstofnin, þannig að það eru sko að vera að velta sér upp úr þó að strandveiðibátar myndu veiða 3-4.000 tonn umfram það sem ætlað í þennan pott. 11.000 tonn á síðasta ári veiddu strandveiðibátar, var það ekki? Samtals? 12.000. Náðu 12.000 tonn upp á sjó. Já, af þorski. En ég hef nú oft velt í fyrir mér hvort að
nú vitum við það að strandveiðiflotinn að landa óslægðum fiski en skip hjá LIU sem að landa í eigin vinnslu, þau eru öll að landa nánast 100% slægðum fiski og það verið að tala mun upp á 24% í verðinu en þá gert ráð fyrir 16% innefli í fiskinum eða 20%. Reiknireglan að það sé að meðaltali 16% en það bara misjafnt eftir því hvernig ástand á fiski Það má jafnvel bæta því við þessi 24%. Ég kíkti inn í fiskvislun daginn og þar var að vinna ísu og togara og hún var öll svona blóðurrauð. Þetta var ísa sem var keypt á markaði. Já. Og þetta ísa sem að fer svo til Bretlands og velt upp ykkur raspi og svona til að fela blóðlitin og hún seld þannig. Og hann sagði mér bara sjálfur að færa fiskurinn og línufiskurinn, hann ekkert svona. Nei. Hann bara fagur hvítur. Já, já. En það það sko þannig að því að eitt af því sem að SFS eða LIU eða hvað sem þetta heitir, eitt af því sem að þeir hafa verið að bauna á okkur með náttúrulega gæðin og verðið og annað slíkt sko og þar tína þeir til allskyns kjaftasögur og eitthvað bull. En svo rakst ég á 2 mjög góðar greinar daginn sem að koma frá sem gefnar út af NOFIMA og þetta eru ritrýndar fræðigreinar. NOFIMA sem sagt norsk rannsóknarstofnun sem að rannsaka sem sagt bara matvælaiðnaðinn yfir höfuð og þar með fiskveiðar. Og þar kemur bara í ljós að á Bretlandsmarkaði breskir neytendur eru tilbúnir til þess að borga 20% hærra verð fyrir krókaveitan þorsk heldur en togarveitan þorsk. Og þetta er ekki hvað við fáum fyrir fiskin eða neitt svoleiðis, þetta er bara það sem að neytandinn er tilbúin til að borga meira. Þannig að hann sér 20% meiri gæði eða verðmæti í þessum krókaveita fiski heldur en í trollfiskinum. Og í ísu þá var þetta 15% af svona premium, þetta kallast premium. Já, já. Og þetta, sko, hvernig getur það mögulega verið? Að ef neytandinn út í og Bretland nota bene okkar stærsti markaður, mikilvægasti markaður, hvernig getur það þá verið óhagkvæmara að fá 20% hærra verð frá neytandanum heldur en 20% lægra? Það getur ekki verið óhagkvæmara. Við náttúrulega sjáum verðið á fiskmarkaðunum innanlands á fiski upp úr sjó eða verðinu sem þeir kaupa af sjálfur sér. Reyndar orðið mest og allt og mikið bara togarar. Það alltaf að aukast hlutfallið að veittum fiski í troll, ekki í línu eða net eða handfæri. En krókafiskur náttúrulega bestu gæðin að öllu jöfnu. Já, og veitt á umhverfisvænasta hátt. Já. Algjörlega. Já. Fyrir nú utan það, sko. Já. Og svo, sko, olían sem þú eyðir per kíló. Sko, á togarunum, ég búin að vera að skoða þetta og svona kíkja á sjálfbærniskýrslur hjá þessum fyrirtækjum. Já. Togarar, það má segja það að þeir að fara með 250 lítra á hvert veitt tonn af fiski upp á sjó. Já. Það var veitt í fyrra 280.000 tonn í botntról. Já. Og munurinn að vera að draga þessi gríðarlega þungu veiðafæri eftir hafsbotni heldur en að vera að nota kyrrstæð veiðafæri eins og línu, handfæri eða net. Já. Í eldsneytiseyðslu erum við að tala mismun upp á svona 200 lítra. 200 lítra á hvert veitt tonn. Já, þá erum við að tala svipamagn í olíu og við erum að spara með því að rafvæða bílamarkaðin bara til þessa í dag. 5-6% og það verið að styrkja til rafbílakaupa og svoleiðis af umhverfissjónarmiðum fyrir bara 20 milljarða á hverju einast ári. Já. En stjórnvöld eru ekkert að horfa í þetta, ekki neitt. Nei. Og það alveg komið tími til þess. Já. Númer 2 að draga botntról eftir sér 10 tonna af þessum þungu veiðafærum. Það sem dregið á hverju ári hérna á Íslandsmiðum eins og að sé dregið 1000 hringi
troll í kringum íslensku lögsöguna, efnahagslögsöguna. Efnahagslögsöguna, já. 1000 hringi. Og þetta jafngildi því að það væri dregið troll yfir Ísland, allt flatamál Íslands, 2 á hverju ári. Já, og þá getum við eiginlega líkt í við það að það færu stórar jarðýtur. Svona næstum því. Hvernig haldið að landi myndi líta út? Ef að jarðýtur færu yfir allt. Já, þá væri eitthvað sagt. Já, já. Og þetta eru gríðarleg þyngsli í þessum veiðarfærum. Bæði bobbingalengjum og tóklerónum. Já, og einn sagði mér það 1 kíló á járni er 1 kíló í sjó líka. Þannig að þegar þú ert að draga 3 tonna tóklera eftir botninum, þá er þetta 3 tonn, samt, þó að tógvírinn haldi aðeins við. Já, já. Þannig að botndregin veiðarfæri eru ekki góð veiðarfæri, það er bara svoleiðis. Já, og þau eru að skaða lífríki á sjávarbotni. Já. Það getur ekkert annað verið. Heldur þau hafi einhver áhrif, auðvitað eftir svæðum misjaflega mikil áhrif. Já. Og náttúrulega ef þú ert á línumbotni, drullubotni eða sandbotni eða eitthvað þess áttar, þá kannski hefur það minna og er fljótar að jafna sig. Þá ert að skaða sandsílið og svoleiðis. Já, þú ert að skaða ýmislegt á botninum þrátt fyrir það að þessi línubotn. Gretar, ef þú dregur botntroll í gegn upp á grunnánum, segjum bara í gegnum 200 tonna síld sem er í hrygningu, sem að fer inn í trollið, síast út möskvana. Hvað heldur þú að lifi mikið af síldinni? Það er bara hverfandi. Það er bara hverfandi? Leið og ykkur smá hreistur fer af síld. Já. Og maður bara tók eftir því þegar maður var að veiða sjálfur síld í nót, leið og maður byrjaði að herða að henni, að þá byrjaði hún að drepast og eftir klukkutíma eða 2 þá var hún öll steindauð. Ísa, tökum það. Þú ert að draga botntroll eftir botninu. Þá sama við ísuna. Segjum bara að fara 15-20 tonna ísu inn í trollið. Já. Ok, 5 tonn enda aftur í póka hjá þér, hitt sleppur út möskvan. Þeir eru að nota 200 mm póka fullt af þessum togurum til að smærri fiskurinn sleppi en það betur út. Já, já. Hvað heldur að lifi mikið af þessum 15 tonnum sem slepp út? Ég veit það ekki. Það er hverfandi. Já. Og að æðsta stofnun hafs og vatna eins og Hafrannsóknastofnun skuli ekki segja eitt eða neitt er alveg með ólíkindum. Já, maður hefur furðað sig á því og að Hafrannsóknastofnun skuli ekki vera að mæla með einu veiðarfæri og eða góðum veiðarfærum sem eru ekki að skemma lífríkið en leggja alltaf jöfnu hvort sem þú ert að veiða með trolli eða krók. Það hlýtur. Félagi minn var að veiða á skaki hérna fyrir austan og lenti í fínu ufsaskoti. Svo þegar hann var farin í land og þeir sáu hvað hann hafði landað, þá mættu allir tógararnir, það var allt fullt af síld þarna og trolluðu þarna alla helgina, hann kom út eftir helgina. Það var ekki ein patta á svæðinu, ekki ein patta, það var ekki ein síld eftir, ekkert. Nei, allt farið. Og þetta er allt í lagi. Já, það er náttúrulega, það þarf að endurskoða raunverulega öll vinnubrögð Hafró bara frá A til Ö. Já, allavega hef ég eitthvað samtal þetta. Sko, já, búa til eða fá vitræna umræðu þetta. Maður hefur tekið eftir því að þeir sem hafa mætt hérna í spjall til mín, að flestir eru sammála því að við séum að veiða ómikið að loðnu og þeir sem vilja nú veiða loðnu, að þeir vilja gera það bara í nót. En það er enginn sem vill láta veiða loðnu í flottroll vegna þess að flottrollið, það fer svo mikið í gegnum það og sem ekki nýtist og splundrar torfum og annað þess áttar og hefur mjög slæm áhrif á bara stofninn. Það er svoleiðis með loðnuna, þeir eru með loðnu þarna í Kerjum í Hafró í Grindavík. Já. Þeir segja það að starfsmenn þar að loðnan er taugaveiklaðasti fiskur sem þeir hafa haft hann inni hjá sér. Ef þú sparkar í kari þá drepast nokkrar. Ef þeir eru í einhverjum rannsóknum með mælingum og svoleiðis og þurfa að svæfa þeir, það er alltaf afföll á henni.
hún er lang viðkvæmust af þeim öllum og ef við tökum bara eins og þegar við vorum á loðnu hérna út á norðausturhorninu bara á sem loðnubátum eins og voru að það var verið að læðast yfir þess að það mátti valla kveiki sígarettu, hún var svo ljónstygg upp og stinga sér. Heyrðu svo siglaðar á einhvern risa borku með 5 og 10 tonna vélar bankandi yfir þessu og skilja ekkert í þeir að þeir fá ekkert í nótina og heimta að fá að kasta flotróli. Þetta eru þetta ekkert vitglóra í þessu. Nei. En ég hef verið með hérna nóta skipstjóra sem hafa ekkert viljað veiða annað heldur en í nót að þeir hafa verið að benda á þetta. Að þetta sé bara skaðvaldur og jafnvel búið að eyðileggja raunverulega loðnustofninn. Bara þessi gjörningar. En svo er bara gaman að horfa á önnur lönd eins og til dæmis í Noregi. Þeir leyfa ekki flottrólsveiðar á loðnu eða makríl eða öðru. Það er svo rosalega öflug hafrannsóknastofnunin í Noregi. Ég man ekki hvort það eru 7 skip sem eru að gera út alveg hauga starfsfólki og þeir virðast ekkert vera svona meðvirkir með stórútgerðinni eins og hérna. Þeir bara segja bara eins og þetta liggur fyrir. Nei, það er bara gott dæmi að þeir eru að skerða núna kvótan hjá sér í Barentshafinu og þar eru það bara stóru skipin sem eru skert. En ég held að þeir eru skertir 35% en kistflotinn eða strandveiðiflotinn, hann er skertur held í 10%. Við þyrftum eiginlega að fá bara Hafró í Noregi til þess að veita okkur ráðgjöf hérna. Bara að fara að minnka völd þessara stofnunar hérna. Reyndar og svona við styrkjum þá bara og svona þeir veita svona hlutlausa ráðgjöf. En reyndar hefur Jón Kristjánsson bent á það að þeir séu eins þenkjandi á margan hátt eins og íslensku fiskifræðingarnir. Og það sé þessi fríðuna stefna þegar hann er að tala það að þegar fiskur eru að horast að þá sé rétt að veiða meira á honum. Þannig að þeir fiskar sem verða eftir hafi úr meiru að móða, þar að segja hafi meiri næringu. En hugsið ykkur með þessa fræðinga hérna, þegar við erum að tala um eldgosin og alla eldfjalla hérna, fræðingana. Þessi segir þetta, hinn segir það kemur gos á morgun og hinn segir þetta og þeir segja bara það sem að svona er þeirra tilfinning og út frá þeirra bara svona þekkingu. En já, Hafró þá eru þeir allir í halar og hver á eftir öðrum og ef einhver fer út úr henni að þá er hann bara útskrúfaður úr fræðasamfélaginu. Já, eða bara... Þetta er engin vísindi. Er bara rekin. Já. Þannig að... Hún er bara sagt upp og þú talar ekki eins og við hinir og þar að leiðandi átt ekki erindi í þennan hóp. Já, það er svo leys. En þetta lítur eins og maður segir þokkalega út allavega eins og staðan er í dag. Maður sér ekki annað heldur en að þið byrjið bara við bestu aðstæður. Það vaknar líf í öllum höfnum út allt land á mánudaginn. Allt. Já, og svo er það ekki bara við, svo er það allir hinnir sem að svona eru svolítið kekk og jákvæðir líka, Ég veit að hérna já, varst ekki með Arnar Atlason hérna hjá þér nýlega? Jú, og Rúnar Björgvinsson. Já, og hérna kvótalausar fiskvinnslur er náttúrulega bara himinlifandi yfir þessu að fá að klára sumarið, Og svo er flutningafyrirtækin og fleiri sem að sjá hagsann í þessu. Þetta spilar svo stóra rullu bæði í samfélagunum á þessum bæjum þar sem er verið að gera út á strandveðar að einhverjum krafti og svo öll í kringu það. Fiskvinnslur án útgerðar eiga meiri möguleika á að fá hráefni. Bróðuparturinn af þessu hráefni fer inn á fiskmarkað eða í verstafalli á fiskmarkaðsverðum ef þeir eru í föstum viðskiptum. Og svo sjáum við það náttúrulega líka bara að áhuginn á strandveiðum er alveg gríðarlegur og hérna þetta er vinna sem að fólk langar til þess að stunda og þetta er vinna sem að er að langmestu hluta til fyrir utan suðvestur hornið og hérna og bara það að það skuli vera svona mikill áhugi á þessu sýnir náttúrulega það að þetta er alveg hárrétt ákvörðun vegna þess að núna er allt í einu komin svona ákveðin
rekstra grundvöllur fyrir smábáta útgerð. Ef við fáum þessa 48 daga, að þá komin rekstra grundvöllur til þess að halda úti smábáta útgerð, ef maður fær eitthvað smá byggðakvóta eða fer á ufsaveiðar eða eitthvað svoleiðis. Já, eða grásleppu, það reyndar spilar töluverða rullu í þetta núna, kvótasetning á grásleppu. Það eru fleiri bátar að koma inn í strandveiði pottin heldur en hefðu verið ef ekki hefðu verið kvótasett. Já, þetta bentu við náttúrulega á seinasta sumar, sko, að þetta væru bátar sem myndi koma þá inn í strandveiðikerfið. Að einhverju leyti gera það. Já, það eru margir, sko, það eru svo margir nýliðar sem að fengu bara 0 og nix og þetta bara tekur þið ekki fyrir þá. Og maður veit marga fyrir vestan og norðaustan og fleiri stöðum sem hafa verið að reyna að byggja upp eitthvað skonar grásleppu útgerð og fengu bara enga úthlutun. Nei. Og þessi nýliðunarkvóti er ekki upp um þess að ketti, sko. Það bara brandari. Og hvað gera þeir þá? Þeir fara náttúrulega bara í strandveiðina. Já. Og þeir eiga enga aðra möguleika. Þeir eiga enga aðra, bara selja bátinn, annars það bara að selja bátinn, sko, og hætta þessu. En þannig að það komin svona þessi 48 dagar eru að skila okkur svona ákunnum rekstrargrundvelli til þess að halda úti smábáta útgerð. Og svo bara næstu, sko, ég bara ánægður með þessa 48 daga. Ég bara glaður og rosalega þakklátur ríkisstjórninni að hafa lofað þessu. Svo þurfum við kannski aðeins að fara að skoða aðra vankanta á kerfinu. Til dæmis mætti hafa tímaramann 6 mánuði frekar heldur en 4. Ég veit að þeir á sérsvæði fyrir norðaustan að þeir myndu miklu frekar vilja veiða í september. September, október, já. Já, og þannig að það mætti víka þann tímaramma og þetta allt saman til þess fallið að auka aflaverðmætið. Sunnan væri apríl góður á handfæri. Apríl, það mætti bara vera 48 dagar, má taka á hvar sem er og hvenær sem er. Já. Helst. Það væri bara langbæst. Og vill maður náttúrulega fá sunudagana inn. Absolutt, sko, í það minnsta. Samtök fiskvinnslu. Þá fyrir við í kirkju. Vitlaus maður. Samtök fiskvinnslu án útgerðar væri ábyggilega fegin ef að strandveiðibátar væri á sjó á sunnudum. Já. Þeir gætu gengið að einhverjum vísum á mánudagsmorgni. Og þetta sko tvöföld ástæða til þess að gera þetta. Þannig að annars vegar bara til að auka aflaverðmætið upp úr sjó og þá fyrir fiskvinnslunar líka. Og svo þetta náttúrulega gríðarlega mikið öryggismál vegna þess að í ár þá höfum við 15 daga úr að velja til að ná þessum 12 í maí og júní og í ágúst. Og það bara það stór hættulegt og ég er mjög glaður af að heyrt bæði Þorgerði Katrínu og atvinnuráðherra tala þetta Hönnu Katrínu tala þetta öryggisatriði vegna þess að þetta gríðarlega mikið öryggisatriði fyrir okkur. En það skrifaði náttúrulega Þóroddur Bjarnason skýrslu þetta fyrir ekki mörgum árum og sagði að það væri bara engin ástæða til þess að hafa þetta svona, engin rök. Nei. Og bara veður stjórnar sókninni, sko. Það bara þannig. Það bara þannig á þessu litlu bátum, sko. Já. En svo náttúrulega þessi leikur sem síðasta ríkisstjórn gerði að kvótasetja grásleppuna, hún kemur raunverulega illa við þetta kerfi. Það að segja strandveiði bátana. Já. Og það var meðal annars örugglega hugsað hjá stórútgerðinni að þrengja að litlu strandveiðibátum. Sko bara fyrir stjórnvöld gerðu bara allt til að gera okkur lífið leitt og gera okkur erfitt fyrir. Bara klekkja á okkur eins og hægt er. Það átti bara að útrýma smábátaveiðum. Já. Það átti bara að útrýma þeim, sko. Og þessi málflutningur hjá þeim náttúrulega rosalega lúalegur og andstyggilegur, sko. En ég vildi reyndar fá að nefna eitt annað atriði fyrst við erum að tala sko svolítið svona pólitíkina og hagfræðina í sambandi við þetta allt saman. Vegna þess að það eitt sem að stórútgerðin er búin að vera að halda ansi mikið á lofti. Og það þessi grein sem að Daði Már Kristófersson skrifaði held ég 2022.
og ég ætla aðeins að fá að bregðast við því. Nei, hún ekki miklu eldri? Nei, ég held hún sé 2022, 21 eða 22. En hún var byggð á gögnum frá 2009? Nei, það held ég nú ekki. Þetta er hérna... Eða 2012? Ég veit ekki, ég veit ekkit hver aðkoma Daða Más var að þessari grein, hann var ekki fyrstu höfundur. Nei. Og það þarf að fylgja sögunni, að það er mjög hlýtt á milli okkar Daða, þannig að hérna, og ég ber mikla virðingu fyrir honum, það var hann sem að réði mig sem ritstjóra tímarit sem viðskipti og efnahagsmála á sínum tíma og ég var ritstjóri þar í 5 ár undir hans Handajaðri? Já, akkurat. Þannig að það er mjög hlýtt á milli okkar en við erum ekkert alltaf sammála í pólitík eða hagfræði. Hann er meiri frjálshyggju megin í hagfræðinni, ég er meiri félagslega sinnaður. En ég er eiginlega alveg viss um það að hann myndi alveg taka mína gagnrýni á þessa grein til greina. Og mín gagnrýni er svo að þarna er verið að bera saman afkomu í kvótakerfinu við afkomu í strandveiðkerfinu. Já. Nú, í þessum fræðum og í þessum svona frjálshyggju hagfræði að þar er það bara nánast eitt af boðorðunum 10 að of mikil afskipti, ríkisafskipti af einkarekstri dregur úr afkomu og dregur úr hagnaði fyrirtækja. Þannig að ríkisafskiptin eiga að vera sem minnst. Í þessari grein að þá var ekkert gert grein fyrir því hvaða áhrif þetta hefur vegna þess að náttúrulega höftin sem að við búum við smábátasjómennir er eitthvað sem að stórútgerðin gæti aldrei lifað við. Ef þau þurftu alltaf að vera komin í land fyrir miðnætti, ef þau mættu bara fara 4 mánuði á árið á sjó, mættu ekki eins og velja þá sjálfur, ef þau mættu bara fara 4 daga vikunar og 14 tíma í senn og mættu ekki eins og velja þá daga. Það er ekki hægt að bera þetta saman. Það er ekki hægt að bera þetta saman. Nei, og svo náttúrulega stóra atriði. Ef þú getur sankað að þér kvóta og hefur gert það í 40 ár eða 35 ár, að þá býrð þú við allt aðra stöðu heldur en trillu sjómenn sem er úthlutað dögum. Já. Og það er hámark á kílófjöldanum sem þú mátt koma með í hverju róðri. Það er hámark á því hvað þú máttu vera marga klukkutíma út á sjó. Já. Og svo máttu bara vera 4 daga í viku. Þannig að afskipti ríkisins af okkar rekstri eru margfalt meiri heldur en á stórútgerðina. Og ef þú ætlar að fara að bera þetta tvennt saman þá verður að gera grein fyrir þessu og það var ekki gert í greininni. Og það er, eins og þú segir, það er ekki hægt að gera grein fyrir því. Og svo er annað í sambandi við kvótan þegar það verið að segja við fáum allt frítt og þeir þurfa að borga fyrir sinn kvóta. Kvóti er náttúrulega fjárfesting. Notabenni, þetta er ekki gjald, þetta er fjárfesting. Þannig að ef þetta gengur ekki upp, þá getur alltaf selt kvótan og fengið peningin tilbaka. Þannig að þú ert ekki að borga fyrir neitt kvóta. Jú, og í rauninni, þegar að byrjuðu fyrstu kvótakaupin að einhverju gagni 1991, þá voru menn að kaupa varalega veiðiheimildir fyrir 100 krónur kílóið. Já. En í dag er tonnið af kvóta af þorski 7,5 til 8 milljónir. Bara 1 tonn. Þannig að þú hefur aldrei tapað. Þú hefur aldrei tapað þessu, þannig að þú hefur ekkert borgað fyrir þessar heimildir. Það kom einu sinni einhver smá lækkun að þeir sem höfðu keypt kvóta 2006 þegar var mikill niðurskurður og datt niður í 130 tonn úthlutun, 130 að 40.000 tonn í þorski, þá náttúrulega höfðu menn sem keyptu áruna áður, þeir lentu mjög ill í því að þeir var skert svo mikið þeir voru búin að kaupa kvóta það árið, þá voru þeir skertir svo mikið að það hafði verulega áhrif. Að öðru leyti allan tíman
hefur þetta verið upp á við. Já, þannig að þetta svolítið eins og fjárfesta í húsi. Og það bara hækkar. Nema náttúrulega fjárfestir í húsi í bæjarfélagi þar sem að allur kvótinn tekin út. Þá hríðfellur sú fjárfestingin. Þetta bara fjárfesting. Bara man eftir einu bæjarfélagi sem ég heimsótti annarkvort 2006, ég held að það hafi verið 2006 frekar en 2007, að það var á Raufarhöfn og þá hafði hús sem var á meðan að togarinn og frystihúsið voru í gangi. Þá var húsið sem fólkið átti 130 fermetra hús eða 120-30 fermetra eitthvað svoleiðis. Þá var það metið á 12 milljónir og svo var kótinn seldur og frystihúsinu lokað og bæði hjónin á atvinnuleysisbótum og það sem verra var þau komust ekki. Nei, því þau gátu ekki einu sinni selt húsið. Það var sett á það 2 milljónir. Þetta rosalega algeng saga. Og þetta saga sem að kemur ekki fram í auglýsingum frá LIU í dag. Hvernig þeir fóru með byggðir hringinn í kringum landið. Þeir ætti að fara á Raufarhöfn og taka myndir. Ég fór þarna síðasta sumar. Og þetta svona því miður bara eins og þetta falleg staðsetning og gaman að vera þarna. Þetta eitt daprasta sjávarpláss landsins. Það eiginlega annað hvert hús niður drabba, bara niður nýslu. Annað hvert hús. Þetta bara alveg ömurlegt að sjá þetta. Því miður. Ég held að SFS ætti að skella sér þarna á Raufarhöfn og taka myndir. Já, þeir gera það örugglega ekki af því að þetta sjálfsagt eitt af skítuðu börnunum. Já. En svo líka ánægilegt sko í sambandi við þessa pólitík allt saman að hún virðist sko hlusta svolítið á mótrök og nú er sem sagt ráðuneytið aðeins farið að velta fyrir sig sko með þarna frítekjumarkið eða sem sagt hérna hversu mikið hérna þessa litlu og meðalstóru útgerðir þurfa að borga í auðlindagjöld. Já. Og hún ætlar að endurskoða það. Já, þannig að hún hlustar. Það í vinnslu að taka tillit til þeirra. Já. Og það lofa bara góðu en það sem mér finnst strákar að því þurfum við að tala það verðlagningin sem markaðurinn tilbúin að borga ykkur fyrir fiskinn. Ég var að tala við trillukall sem var að leigja þorsk í litla kerfinu bara núna fyrir viku síðan og hann var að borga 480 krónur fyrir kílóið til að fá það leigt. Hann var að selja það á 600 og allt stæðsta fiskinn upp í 700 krónur kílóið. En þetta í gegnum fiskmarkaðinn og þetta segir, svo talaði ég við ágætan sjómann sem var hjá stór útgerð og þeir voru að fá 320 upp í 380 krónur á kíló fyrir slægðan fisk. Mun ekki óslægður fyrir slægðan fisk. Það alveg með ólíkindum sko, við erum að sjá mikið núna á mörkunum, þetta svona 550 kall kannski meðalverið af þorski. Já. Óslægður þorskur og að nú áætlað veiðigjöldin út frá svona raunverulegu verðmæti fisksins. Já. Og að sjómannafórustan skulle ekkert stökkva á vagninu og segja, heyrðu, við erum alveg sammála ríkisstjórninni, þetta allt bara vitlaust verðmæti hjá okkur og það þarf auðvitað að borga laun bara svipað og veiðigjöldin reiknað frá. Nei, þeir virðast bara skríða inn í hellir og svona, reyna kannski að henda ykkur snjóbolta í strandvegi alla. Já, það eina sem þú hefur heyrt frá forustu sjómannasamtakana að bæði skipstjórar og stýrimenn og hásettum og vélstjórum að það eitthvað verið að gera athugasemdir við smábátasjómenn þó að þeir séu búnir að borga í þessi stéttarfélög í flestum tilfellum alla sína ævi, jafnvel í 40-50 ár og voga sér svo að fá sér trillu til að geta heitt síðustu ævi árunum í að dútla við. En hvernig gengur þér að fá sjómannafórustuna hérna í viðtal hér?
Valmundur Valmundarsson sem formaður sjómannasambandsins, hann búinn að hafna 3 sinnum að koma, hann alltaf upptekinn og getur ekki komið. Hann vil ekkert svona upplýsa svona hvað að gera. Árni Sverrisson kom hérna í þátt og átti nú bara erfitt. Það var félagi minn Ólafur Jónsson sem við vorum að ræða við hann og hann náttúrulega bara fyrrverandi starfsmaður hjá Hafrannsóknastofnun og var skipstjórið þar og stýrimaður og hann að verja þetta ásamt því að verja stóru, hvað ég var að segja, stóru skipin, hagsmuni uppsjáar sjómanna, skipstjóra og stýrimanna á uppsjáarskipum sem hafa mjög góð laun og eins skipstjórar og stýrimenn á frystiskipum. Hann ekki að hugsa þá sem að róa á vertíðabátum eða línubátum og hann náttúrulega búinn að skrifa undir samning, kjarasamning til 10 ára með fiskverði sem að 30% af öllum líkindum lægra heldur en í rauninni fæst fyrir fiski. En hvernig gengur að fá svona togaraskipstjóra og svona kalla? Þeir hafa komið hérna nokkrir. Já. Það ekki meira svona fyrrum? Það ekki meira svona fyrrum? Jú, sko, þeir þora ekkert í flestum tilfellum menn ekki tilbúnir að koma í þáttinn sem starfandi. Já, skiljanlega. Því að þeir sjá bara sína sængút breytta starfandi skipstjórnarmenn og starfandi sjómenn. Ef þeir hérna í vinnu einhver staðar, þeir fara ekki að tala kjarasamninga eða fiskverði eða fiskveiði stjórnun eða neitt þess áttar. Það bara, þá vita þeir að þeir eru atvinnulausir á morgun. Þetta náttúrulega alveg landlægt vandamál sko og hérna það var áhugavert daginn þegar hérna Það auðveldast að fá trillukalla. Já, ég meina við rekum ekkert sjálf okkar. Nei, bara það rosa gott samband milli áhafnar og útgerðar. Sko. Nei, það var áhugavert núna vikuna þegar þegar kvótinn var seldur var ekki frá Flateyri? Tálknafjörður. Síðasta sala sem maður hefur heyrt af. Já. Að þá það var Brím í Reykjavík eða útgerðað félag Reykjavíkur, ég man ekki hvort var. Já, og það var sem sagt Guðmundur Kristjánsson. Já, og hann ringdi í mig hann Ingi Freyr að hann gerði þátt þetta, hann með rosalega góða þætti á RÚV, oft mjög beittir, og hann ringdi í mig til þess að athuga hvort að á Stöð 1. Já, Rás 1. Já, oft eftir fréttir sko, eftir hádegisfréttir. Og til að athuga hvort ég geti hjálpað honum að finna eitthvað til að tala þetta. Og það var bara vesen. Ég hringdi bara í marga þarna fyrir vestan og það sagði, ef ég segi eitthvað, að þá sko ekki bara minn starfsferill í húfi, heldur bara mín vera hérna, bara félagsleg. Ekki bara vera, ekki hans sjálfs, heldur jafnvel barnarnas. Barnarnas og fjölskylduna, sko. Þannig að það rosalega margir sem eru eiginlega bara allir bara skítrættir að segja eitt eða neitt, sko. Þannig að umræðan við þessar aðstæður þegar ægivaldið orðið svona mikið í gegnum kvótaeign að það búið að búa til lénsherraveldi á Íslandi. Það búið að búa til yfirstétt. Það búið að búa til lénsherra í hverju sveitafélagi. Ef einhver neitar sægreifanum í plossinu að hann taki tillit til hans sjónarmiða eða geri ekki eins og hann vill, að þá getur við bara glemt í að vera. Hann skrifa nú rosalega góða grein Elías Pétursson daginn sem að fóra gott flug, bara nákvæmlega eins og þetta og hefur verið. Já. Bara frábær grein hjá hann. Já, og þetta opnar augu manna og þessi umræða sem hefur verið núna auðvitað bara fagnaðar efni að þetta verið að fjalla þessi mála miklu heiðarlegri hátt heldur en hefur verið eiginlega síðustu 30-40 árin. Svo sjá bara hvernig stjórnarandstaðan að haga sér sko og eins og Jens Garðar þarna
eftir sem maður er að kynna sér og að lesa að börnin hans eru erfingjar að gríðalegum veiðiheimildum og auðæfum í gegnum þetta kvótakerfi. En býtu Sigurjón Þórðarson á trillu og hann átti bara að vera óhæfur að fjallum sjávarútvegsmál. Hvaða brandar er þetta eiginlega í þessu samfélagi? Ha? Já, það er góð. Hérna, það er eitthvað mikið að. Já, þetta er tvöfalt siðferði, má segja, í þessum rökum. Svo eins og með veiðileyfagjöldin og stjórnarandstaðan alveg snar vitlausir út af þessu, láta alveg eins og fábjánar sko, og öll þjóðin sér í gegnum þetta og horfir á allar auglýsingarnar og bara hristir hausinni við vitlausisganginum og fylgir ríkisstjórnar að það bara eykst og eykst að standa bara allir með ríkisstjórninni fyrst að þessi fávitar að haga sér svona. Ég er alveg viss um það að ríkisstjórnin svona til að fá 80% fylgi fyrir næstu kosningar að þá hækkar veiðileyfagjöldin svona 1 ári áður sko, þá byrjar aftur að haga sér eins og fífl og fávitar og þá bara alveg rúllaður upp kosningarna sko. Það var nú dálítið skondið að Jens Garðar myndist á það í Silfrinu á mánudaginn að hérna Kristrún hefði sagst ætla að gera hækka veiðileyfagjöldin á einhverju tímabili, gott ef hann sagði ekki 10 ár, en ég bara vona það og hún hafi bara verið að stíga fyrsta skrefi í hækkun á veiðigjöldum, en reyndar er ekki bara veiðigjöld hækkun á þeim, það þarf að opna þetta kerfi þannig að það verði ungir drengir eigi möguleika inn í framtíðina í gegnum íslenska sjávarútveg. Þetta sé ekki bara erfðargós. Já, við sjáum það að áhugin er fyrir hendi sko. Fólk vill starfa í þessu og ég er nú einn af þessum nýliðum. Ég byrjaði bara fyrir, þetta verður 7. vertíðin mín sko. Já. Og ég er nú orðinn 48 ára gamall, þannig að ég er ég byrjaði bara rétt rúmlega 40 en þá var það vegna þess að ég var búin að vera grásleppi með afa sem unglingur og allt svoleiðis og þetta var bara það sem mig langaði til að gera. Það er ekki dósipa hér, þetta er 5. vertíðin á mér. Þannig að vera að sjóa alla ævi. Á strandveiðum, en þú ert líka búin að vera á frystiskipum og út allt, og loðnu og netum og mest á tórum. Þannig að þú þekkir hvernig það er allt gengur fyrir sig. Það nú ekki eftir að maður fór svona þegar hún Heiður og Lind fór að henda einhvern skíti í okkur og svona og ljúga upp á okkur og þá fór ég að lesa mig til bara svona og fyrir að rýna í umhverfismálinu, þá sér maður bara ennþá betur hverslega sóðaskapur þetta er. Já. En þetta er dálítið svona sem mér finnst að þurfa að koma vel fram gagnvart almenningi sem ekki þekkir þessa hluti. Það er munurinn á verðinu sem að strandveiði sjómenn er að fá og svo það sem að stórútgerðin er að borga sjálfur sér. Það er bara skammarlegt. Þetta er atriði sem að þarf að gera góð skil og hver munurinn er og hvað þetta þýðir fyrir sveitafélög, hafnarsjóð, útsvarstekjur, skattekjur til ríkisins og annað í þeimdúr. Þannig að þetta er eiginlega vísa sem er ekkert oft kveðin sko. Síðan er að tala umhverfisþáttinn og annars vegar olíueyðslu og kostnað við að sækja fiskinn og svo umhverfisþáttinn í botninu. Lífríkið, hvað þú ert að... Já, og skaði og tjón sem að þú ert að valda á lífríkinu og drepa öðrum fiski. Já. Og það bara mælir allt með því að auka strandveiðar. Já, vistvæna veiðar, bara nota kyrstað veiðafæri. Ekkert endilega bara strandveiðar, línuveiðar, netaveiðar. Skyldi það hafa einhver áhrif í stóra samhenginu að við erum alltaf að fær okkur og búinir að vera að gera það síðustu 30-40 árin að auka afla í tog veiðafæra hlutfarslega af heildarafla sem vittur eru hverju ári erum við alltaf að auka veiðarnar á flestum tegundum í troll. Hefur það áhrif á
hugsanlega bara fiskistofnana. Ef við varum að veiða fiskinn í kyrsta veiðafæri, handfæri, línu, net í miklu meira mæli, þá værum við að spara olíu, venda botnin og við værum að veiða miklu meira á Íslandsmiðum. Miklu meira. Já, ég er alveg fullur. Já, og við værum að selja fiskinn á hærra verði. Vegna þess að sko þessi 20% sem ég talaði hérna í byrjun að Bretar eru tilbúin til að borga aukalega fyrir krókavitan fisk. Já. Það er meðal annars vegna þess að sko það er ekki bara gæðin sem að spila þar inn í, heldur líka þetta sem að Gullur að tala í sambandi við umhverfið. Það er ótrúlega stór. Það vegur alltaf stærri og stærri hlut hjá almenningi að fá vistvænan það væri sko úr vistvænum veiðarfærum. Já, og það væri alveg sko algjört snillidrag hjá Íslendingum að auka hérna vistvænar veiðar og sérstaklega krókaveiðar, handfæraveiðar og línu og annað slíkt, auka þetta og reyna að fá þennan stimpil aftur á okkur. Vegna þess að ef við getum það, vegna þess að við erum svo fámenn, við erum ekki að tala sko neitt stóran hóp af fólki sem er að vinna í þessu þannig að séð sko. Nei. Reyndar alltaf að aukast hjá okkur en það er alltaf að minnka hjá stórútgerðinni sko, þannig að við erum að búa til störf en þeir eru að drepa þau. Við skulum hafa það í huga líka, en ef við myndum fá þennan stimpil á okkur að íslensku fiskur, það er fiskur sem er veiddur af einyrkjum á krók. Já, bara á umhverfisvænan hátt. Og munið sjáu bara það þegar það var verið að gera þættina þarna, var ekki Páli Jónssoni hérna línubátnum. Ice Cold Catch. Já. Það kom ekki til greina hjá þeim að taka þetta upp í togara. Það bara kom ekki til greina. Þetta var bara út af umhverfis og þau sögðu það beint sko. Bara ljótt verkfæri og ljótur veiðiskapur. Viltu ekki sjá það? Og þetta er meiri segja sko farið að ræða þetta verulega bæði í Ameríku og víðar að stoppa togveiðar. Já. Ég veit ekki hvort að það verði nokkuð tíman eða hvort að það sé endilega æskilegt. Það er kannski engin skynsemi. Ég held að togveiðar sko, ég er ekkert endilega talsmaður þess að útrýma togveiðum eins og þeir eru talsmenn þess að útrýma sko smábátaveiðum, en ég held að hérna samlífið á milli okkar og þessar ólíku útgerðarflokka gæti verið miklu betra sko. Og ef að þeir myndu láta okkur í friði. Það þarf að þrengja að þeim. Það þarf að þrengja að óumhverfisvænum veiðum. Við þurfum að nota togara til að veiða rækju, við þurfum að nota togara til að veiða djúpkarfa og jafnvel hérna úthafskarfa og ýmislegt. En við þurfum að vanda okkur miklu meira með allar togveiðar. Og við þurfum að færa togveiðar jafnvel sérstaklega á þessum minni togurum, litlu togurum sem er í dag, sem er nú orðið fjöldi sem er að veiða upp á 4 mílur. Þrjár. Þetta er ekki að draga lítið. Nei. Draga úr þessu sko. Það eru 4 mílur. Einhver togarakall sko. Og það er ekki oft stundum. Línuna þeir að fara inn fyrir hana. Já, það eru 4 mílur út af Sandgerði, þess vegna segir maður 4 mílur, en svo víða mig að fara på 3 ár. En þetta eru auðvitað hlutur sem við ættum að breyta og hafa þá bara fyrir utan 12 mílur þess vegna. Til að byrja með. Og en auðvitað er hægt að breyta þessum hlutum, en áróðurinn fyrir fiskverðið og innspýtinguna inn í þjóðfélagið, það þarf að koma betur fram hjá strandveiðisjómunum. Svo er annað. Núna er tilboð frá Landssambandi smábátaeigenda að fá 10.000 tonn af þorski og þeir eru tilbúnir að borga fyrir það 100 krónur. 100 kallar kílóið pluss hefðbundi veiðilega gjaldið eins og allir borga sko. Já, en í dag er það þannig þegar þú selur leigir frá þér kvóta innan ársins að þá lætur þú þann sem leigir af þér borga veiðigjaldið 28 krónur eða 6 eða 8 krónur. Þetta er að fara í 40-50 kallinn. Já, nú fer það upp í 45 krónur eða eitthvað svoleiðis með hækkandi veiðigjöldum, en Landssamband
smábátaeigenda tilbúið í þetta ef þeir fengju. Ég enda að sjá við það að ef að trillukallar eru tilbúin til að leigja eins og þessi sem varst að tala áðan, leigja tonnið á 450 kall. 480. Það engin rekstra grundvöllur fyrir því. Þetta bara glórulaust. Þetta glórulaust. Hann væntanlega að fara á strandveðar og að reyna að vera í Ufsa en kannski mest menn að redda sér í Ufsa lend ekki vesinu með meðal sko. Já, en svo þarf hann að eiga þorsk líka til að þurfa ekki að henda þorskinum sem náttúrulega einn hluti af þessu þegar við erum með kvóta og hugsum allt í kvóta, þá freistandi að koma bara með dýrasta fiskin í land, henda smáa fiskinum. Það svoleiðis. Og þetta auðvitað einn aðal vandi kvótakerfisins í gegnum tíðina. Það bara það sem þeir eru að gera í dag með að vera með 200 mm möskva í poka og svona möskva og láta allt sleppa út nema bara stóra fiskinn. Já, stærsta fiskinn. Og skýtt með það hvernig fiskinu vegnar eftir það. Já, þeir eru ekkert að vera að heyra stærsta fiskinn. Það bara að vera að sikta hann út. Það heitir ekki brottkast, en það heitir í rauninni sortering. Já, sortering og ekki vita hvernig honum vegnar eftir. Já, þeim kemur það ekkert við. Hann kemur ekkert inn á dekk þessi fiskur. Kemur ekkert á viktina. Og alls ekki á viktina eða neitt svoleiðis. Já, það svoleiðis sko. En strákar, það nú að styttast í þessu hjá okkur. Við erum búin að vera að spjalla þetta svona í ýmsa vegu. Eitthvað svona sem þið viljið leggja áherslu á í restina? Já, ég vil ekki bara skála fyrir nýrri ríkisstjórn bara og þetta bara svona, það verið að vinna fyrir fólki í landinu og bara frábært eins og það verið að ráða í nefndir fyrirtæki á vegum ríkisins og það var ráðið hæfasta fólki í fyrsta skipti. Þannig að ég vil ekki bara segja skál bara fyrir nýjum stjórnvöldum fyrir þokkar. Ég segi það líka. Bara skál. Skál fyrir þeim. Við bara skálum fyrir breyttum vinnubröðum. Breyttum vinnubröðum, bara jákvæðum og við erum bara bjartsýnar á framtíðina. Skál. Og trúum því að þetta fari allt í gegn sem fyrirhugað rannsóknar og eignarhaldi 20 stærstu útgerðarfyrirtækjanna, veiðileyfagjöldin, breyting á lögum grásleppu, kvótakerfi verið tekið af grásleppunni, þannig að fleiri geti stundað grásleppuveiðar og það náttúrulega sérkapitali í rauninni með grásleppuna sem uppsjávarfiskur sem menn verðast ekki trúa en togararallið notað til að mæla vísitölu á grásleppu á milli ára sem náttúrulega algjörlega galið. Já, þetta náttúrulega ekki alþjóðlega viðurkennd rannsóknaraðferð sko. Nei, það getur bara ekki verið. Ég bara þekki það og ég náttúrulega þekki marga togaraskipstjóra sem hafa sagt mér það að þeir voru að veiða með flottrolli út í hafi að þá voru þeir að fá grásleppu. Ég þekki það sjálfur þegar ég var að kasta nóti í síldarsmugunni, þá fekk maður oft grásleppu í pokan. Þegar maður var búin að dæla síldinni úr nótinni að þá að grásleppa eftir í botninum eða í pokanum. Já, og þeir halda þessi fræðingar að grásleppan komi bara eins og hún sé að fara að taka strætóbít og ef hún ekki komin þarna, það bara hún ekki. Þetta eru fræðingarnir okkar. Já, það bara svo ýmislegt sem nauðsynlegt að ræða betur en í loki vil ég segja við allt áhuga fólkum sjávarútvegsmál að styðja við bakið á samstöðinni. Hún eini miðillinn, sjónvarp, útvarp sem að gefur okkur tækifæri til að ræða sjávarútvegsmál í hverri viku. Svo þakka ég bara fyrir mig. Takk fyrir okkur. Blessaður.